framhald. Já, heyrðu, þetta þá seinni hlutinn á kafla 8.5 sem er formleg hleðsla og formleg hleðsla í rauninni aðferð til þess að svona sjá hvernig rafeindir dreifast atómið og hversu kannski stöðug sameindin út frá því. Nema það að það gert ráð fyrir því þegar við erum með formlega hleðslu, ef ég teikna upp sameindir og svo til dæmis bara segjum kolefni sem tengist súrefnisatómi og það eru tvær ótengdar rafeindir og sem tengist öðru. Þetta er CO2, lúsmyndin fyrir það. Að þá hægt að skoða hvernig formleg hleðsla fyrir hvert atóm og formleg hleðsla í raun ekkert annað heldur en formleg hleðsla sama sem fjöldi gildisrafeinda mínus fjöldi rafeinda sem atómið í rauninni getur talið til sem sinna eigin rafeinda. Þannig að ég kalla þetta oft bara fjöldi fylgirafeinda. Og þá verður að skoða hversu margar rafeindir eðlilegt fyrir atómið þegar það óhlaðið í lotukerfinu. Hvað eðlilegt að séu margar rafeindir? Eins og fyrir súrefni svo erum við með það að gildisrafeindirnar eru 7 og fyrir kolefni erum við með það að gildisrafeindirnar eru 4 og svo aftur súrefni hér með 6 gildisrafeindir fyrir hvert súrefnisatóm, 4 fyrir kolefnisatóm. Og svona lítur þetta út ef það óhlaðið. Svo spurning, hversu margar rafeindir geta þessi atóm í sameindinni sagt að þau hafi aðgang að, eða ekki aðgang að heldur sem að þau eiga eða fylgja því. Og þess vegna kalla ég þetta fylgirafeindir og fylgirafeindir eru rafeindir í ótengdu rafeindapörum það náttúrulega þessar rafeindir sem fylgja, þannig að fyrir þetta súrefnisatóm þá væru þessar 1, 2, 3, 4 rafeindir sem tilheyra þessu súrefnisatómi og síðan alltaf önnur rafeindin í efnatenginu. Þannig að ef við erum með súrefni sem að mynda 2 tengi við kolefni, þá látum við 2 rafeindir fylgja súrefninu. Þannig að við getum sagt að þessi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fylgirafeindir. Hins vegar fyrir kolefni, þá var náttúrulega ekkert stakt rafeindapar, en þá myndum við vera með hinn helminginn af rafeindurum, af því það eru 2 rafeindir í hverju tengi. Þannig að kolefni fær 1, 2 og svo helminginn af þessu þannig að hún með 4 fylgirafeindir. Súrefni aftur með 1, 2, 3, 4, 5, 6 fylgirafeindir. Og erum við þá með að þetta eru fylgirafeindir, það eru rafeindir í ótengdum rafeindapörum. Svo var ég búin að skrifa rafdrættitablan, en þetta cool, ég ætla bara að taka þetta burtu svo komi bara til hliðar. Að þá það sem sagt rafeindir í ótengdum rafeindapörum og önnur rafeindin í hverju efnatengi. Þannig að það sem maður myndi gera, og oft þægilegast, ég ætla að teikna upp þessa sameind, svo ætla ég kannski að taka eina aðra þar sem við erum með sameind sem CO3, 2,
Ég ætla bara að teikna upp hvernig sú sameind lítur út. Og þá maður með súrefnishóp sem hérna með 6 rafeindir. Þetta kemur síðan tvítengi. Og hérna annað eintengi. Og þetta hérna sameindajónin CO3-. CO3-2-. Svo þetta karbonatjónin. Taka þetta burtu. Þannig að oft þegar við með dæmi og það sem við með svona línulega sameind, þá getum við hreinlega gert dæmið þannig að við getum sagt hérna gildisrafeindir. Það eru þessar hérna. Þetta hérna væri þá fylgirafeindir. Fylgirafeindir hér. Og við erum að draga þær frá. Og þá myndi þetta hérna vera formleg hleðsla hér. Það þá þessi mismunur. Og svo þið með lotukerfið, þannig að við hérna með fyrir súrefni, þá þið með 6 gildisrafeindir. Fyrir kolefni 4 og svo aftur hérna 6 fyrir súrefni. Þannig að gildisrafeindir eru alltaf bara beint úr lotukerfinu. Fylgirafeindirnar, þær voru þá þessar sem kom þarna fram áðan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þannig að hérna það -6 og þá formlega hleðslan 0, 6 - 6. Og það í rauninni stöðugasta ástand fyrir atóm ef hérna það með 0 sem formlega hleðslu. Síðan við hérna með fyrir kolefni 1, 2, 3, 4 fylgirafeindir, svo bara önnur rafeindir í tenginu, svo -4, 0 og svo hérna lokum fyrir seinna súrefnið -6, 0. Þannig að þetta hérna fyrir CO2 sem engin hleðsla á, þá þetta hérna mjög stöðugt. Önnur regla það sú að summa formlegra hleðslu fyrir hvert atóm alltaf jöfn hleðslu sameindarinnar. Ég ætla að setja það hérna. Að summa formlegrar hleðslu jöfn hleðslu sameindar eða jónar. Þannig að hérna þegar ég kom með karbonat, CO3, 2-, þá ég hérna með þessa hérna mynd og hérna hef ég venjulega skrifað hérna þennan hornklofa utanum þegar ég væri búin að finna myndina, -2. Og kannski svo ég sýni bara í snatri hvernig ég fékk þessa mynd, þá ég með hérna fyrir þessa sameind, þá ég með 4 gildisrafeindir, +3 × 6, +2 að það eru -2 og það þá 2 rafeindir í viðbót og þetta gefur mér 24 rafeindir í heildina. Það sem maður hefði síðan gert ef ég tek þetta allt saman í burtu að tengja fyrst hérna saman kolefni miðjuatómið hér, tengja súrefni inn á kolefni, þá ég búin að eyða hérna 6 rafeindum í efnatengi sem hérna 6. Síðan uppfyllir maður átturegluna fyrir kolefni, fyrir súrefni, það tengja atómin, sem væri þá þessi hérna. Og þá ég búin að nota 6 rafeindir sinnum 3, þannig að það þá -18 rafeindir, þannig að hérna eru 0 rafeindir eftir og þarna maður á þessa aðstöðu hérna, já ok. Það bara, kolefni hins vegar ekki með uppfyllta áttureglu, heldur bara 6 rafeindir sem að kolefni hefur aðgang að. Og það alltaf það sem áttureglan hérna, þá að tala hvaða rafeindum kolefni hefur aðgang að, en hins vegar þegar að tala fylgirafeindir, þá það bara hversu marga rafeindir kolefni getur talið sem sínar eigin, sem það hérna, þegar við skiptum og það svona gert ráð fyrir því
að þá séu öll atóm bara með sömu raftregnina, að þær skipta alltaf jafnt á milli sín, þó að það sé náttúrulega ekki þannig. Og síðan, af því að það vantar þarna 2 rafeindir, þá myndi maður til dæmis taka 2 rafeindir frá þessu súrefni og nota það til þess að búa til tvítengi. Og þarna þá komin þessi mynd fyrir karbonat, jónina, og svo myndi maður geta sett hornpróf og sagt að hleðslan sé -2. Ef að maður hins vegar gerir fer í þessa formlegu hleðslu, þá myndi maður, það er svona ósköp þægilegt þegar maður með svona línulega sameind að búa til svona töflu fyrir neðan, gildis mínus fylgi. Ef að þið eruð komið með eitthvað sem svona aðeins ólögulegra, þá bara langbest að skrifa það hjá hverju atómi, formlegu hleðsluna. Þar sem þið eruð með súrefni hefur gildistöluna, 6 gildisrafeindir, mínus fylgirafeindirnar sem eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að hérna það -7 og þá formlega hleðsla -1 fyrir súrefni. Sama gildi fyrir þetta súrefnisatóm, það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fylgirafeindir, auðvitað eru alltaf gildisrafeindirnar 6. Það bara beint úr lotukerfinu. Þannig að hérna þið líka með formlegu hleðsluna -1. Kolefni síðan með 4 gildisrafeindir og fylgirafeindirnar eru 1, 2, 3, 4. Þannig að þar eru þið með 0, þannig að formlega hleðslan 0 fyrir kolefni. Fyrir súrefni sem með tvítengi, þar myndi þið vera með þessa 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Þannig að væri þetta 6 mínus 6 sama sem 0. Og þá þegar maður komið með þetta, þá getur maður í staðan fyrir að vera með þennan hornklofa þar sem þetta sýnir hleðsluna, þá algengara að teikna þetta upp svona og setja þennan mínus þá á súrefnin, af því það þá sem mínushleðsla fylgir því. En þarna sér maður líka formlega hleðslan 0 plus 0, af því það 0 fyrir þessi 2, -1 sem -2 og það sama og hleðslan á sameindinni. Þessi sem ég setti síðan á hornklofan ef maður að nota hann. Þannig að það á alltaf að ganga upp. Sum formlega hleðslu jöfn hleðslunni á sameindajóninni. Og ef þið eru bara með venjulega sameind eins og CO2 sem hefur enga hleðslu, þá myndi summan eiga að vera 0. Hvort sem það þá -1, +1 eða hvernig það Þá ætla ég að taka dæmi þar sem svona spurning það hvernig velur maður ef það eru fyrir sömu sameindina nokkrar mismunandi Lewis-byggingar. En það bara svona ekki alveg sama hvernig maður svona býr til tvítengi eða slíkt. Hvernig maður getur ákveðið hvað það svona í náttúrunni eðlilegasta formið eða stöðugasta. Þó að kannski að hún sé til á öllu formum. Ætla ég þá að taka sýnidæmi 8, 9. En fyrst ætla ég að taka, því ég var búin að taka CO2. Svo að taka þetta út. Hér. Jónar. Að ef ég gerir öðruvísi mynd af CO2 sem má alveg gera líka, að við erum við gætum gert svona súrefni, eintengi, kolefni, þrítengi. Þessi mynd alveg leyfileg líka, því 8 reglan uppfyllt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fyrir kolefni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og fyrir þetta súrefni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Þannig að allar eru með 8 gildissameindir, 8
Já, uppfyllta 8 reglu. Hins vegar, ef að maður fer að finna hérna formlegu hleðsluna, þá það gildisrafeindir, fylgirafeindir og síðan þá þessi formlega hleðsla hér. Og þá verður hérna með 6, 4 og 6. Þetta hérna alveg nákvæmlega það sama. Þetta bara beint úr lotukerfinu. Fylgirafeindir hérna hins vegar fyrir súrefnið væru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að hérna -7. Kolefnið, það stendur hérna áfram bara með sínar 4. Þó að það það bara með hérna tengin, það bara 1 tengi hérna megin og 3 hérna megin. En eigi að síður erum við hérna með 1, 2, 3, 4. Þannig að það myndi vera þá 4 fylgirafeindir hér. Og að lokum fyrir þetta hérna kolefni, þá myndum við að vera með 1, 2, 3, 4, 5. Þannig hérna það -5. Þannig að út úr þessu kemur þá formlega hleðslan. Þetta 6 - 7, sem -1. Hérna 4 - 4 sem eru 0. 6 - 5. Og það hérna væri þá +1. Þannig að maður sér að summan hérna, hún -1, 0, +1. Þannig að hún 0. Sem passar við það að CO2 hérna óhlaðið, ekki með neina hleðslu. Það sem að hins vegar skiptir máli það, ef það er verið að spyrja hvor myndin líklegri. Þeir eru sagt með 2 möguleika að það sé 2 tvítengi eða 1 þrítengi og 1 eintengi. Og þá er reglan sú að því minna frávik sem formlega hleðslan hefur frá 0, því stöðugri sameindin. Því minna sem frávik formlegra hleðslu frá 0, því stöðugri sameindin eða meiri líkur á því að hún líti þannig út. Já, kannski ekki sameindin, ég segi bara hreinlega sko Lewis-myndin af sameindinni. Eða þeim líklegri. Þetta regla, önnur reglan. Svo kemur hin reglan sem ég ætla svo að nota í framhaldinu og nota þá þessa rafdregnutöflu, að það atóm, ef maður að velja á milli 2 Lewis-mynda sem eru alveg eins, en mínushleðsla, formleg mínushleðsla á hérna annarkvort á einu atómi eða hinu, og þetta það núna sömu atómi hér, þá það atómi sem rafdrægara, eins og flúor sem rafdrægasta efnið í lotukerfinu, að það rafdrægara heldur en brennisteinn sem hefur bara 2,5, að þá myndi flúor bera betur mínushleðsluna heldur en brennisteinn. En ég tek svona dæmi svo í framhaldinu. Það atóm sem rafdrægara ber betur mínushleðslu eða mínusformlega hleðslu. Þannig ef maður með 2 sameindir eða 2 Lewis-myndir og þið getur valið á milli hvort að mínushleðsla sé á þessu atómi eða hinu, þá skiptir það máli hvor hérna rafdrægari. Þannig að hérna myndum við segja, í þessu dæmi það frávikið sem að skiptir máli. Því minna sem frávik formlega hleðslu frá 0 til stöðugri Lewis-myndin, þannig að þessi hérna stöðugri og svona CO2, en það gæti verið að væri stundum 1% af CO2 á þessu formi. Það sé alveg möguleiki fyrir hendi. En þetta samt sem áður óstöðugri mynd. Þannig að þetta myndi vera hérna dæmi þessa fráviki frá formlegu hleðslunni. Nú ætla ég að taka dæmi sem mjög vinsælt að taka þegar maður með einhver
með þrjú atóm sem eru tengd saman og svo eru þessi eintengi, tvítengi, þrítengi að færast til og þetta myndi vera sýnidæmi alla nýju og þá nota ég þessar hérna reglur og þessa hér töflu. Og þetta væri sýnidæmi. Áttaníu. Og hérna eru gefnar 3 mögulegar Lewis-myndir fyrir NCS-sameindina. Við þurfum ekki að teikna þær upp, en það eru 3 mögulegar Lewis-myndir. Þetta var það NCS mínus. Hver er stöðugust? Hérna eru þær þá gefnar, það er N, C, þrítengi S, svo eru við hérna með þessar rafeindir hérna. Og hérna er sem sagt, það er þessi mínushleðsla, við finnum formlegu hleðsluna á eftir og teiknum hana þá inn. Síðan er það N, tvítengi, C, tvítengi S og hérna eru þá 2 rafeindapör á hvoru endaatómi eða tengiatómi. Og svo að lokum er gefin hér myndin N, þrítengi, C, eintengi S. Svona. Þannig að hérna er búið að uppfylla 8 regluna og þetta eru allt samt mismunandi Lewis-myndir fyrir sömu sameindajónina. Og svo er spurt hérna hver er stöðugust og þá þarf maður að finna formlegu hleðsluna sem er þá hérna alltaf gildisrafeindir, mínusfylgirafeindir, að það er sama sem þessi formlega hleðsla. Svo er ég bara með þetta hérna alltaf það sama. Nitur er með 5 gildisrafeindir, kolefni með 4, þetta er bara beint úr lotukerfinu, brennisteinn með 6 og það gildir að sama allstaðar, 5, 4, 6, 5, 4, 6, en hins vegar eru fylgirafeindirnar. Hérna erum við 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, þannig að það er mínus 7, fyrir kolefni 1, 2, 3, 4, brennisteinn 1, 2, 3, 4, 5. Þannig að formlega hleðslan hérna er mínus 2, 0, pluss 1. Summan er samt sem áður mínus 1. Mínus 2 pluss 1. Fyrir þessa næstu mynd, þá myndum við vera með 1, 2, 3, 4, 5, 6. Það verður mínus 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þannig að hérna væri það mínus 1, 0 og 0. Formlega hleðslan hérna, summan er hérna mínus 1, eftir sem áður, en hérna sér maður, það er meira frávik frá 0, hér heldur við hérna. Hérna er bara 1 mínus, 0, 0, þetta er þessar mínus 2 og pluss 1. Þannig að þarna strax myndum við segja að þessi hérna möguleiki væri fallinn á því prófi með hérna frávik frá 0. Svo er hérna síðasta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að hérna erum við komið 0, 0 og mínus 1. Og summan væri hérna mínus 1. Og þarna er maður þá aftur komið með þetta. Það atóm sem hérna er rafdrægara ber betur mínusformlega hleðslu. Og núna erum við með 2 rauninni eins, þarna erum við með mínus 1, 0, 0, 0, 0, mínus 1
En á hvaða atómi þá mínusinn? Hérna -1 á N-atóminu, hérna -1 á S-atóminu. Og þá getur maður farið í þessa töflu, þar sem fundið, rafdrægnin fyrir N -3. Rafdrægnin fyrir S hins vegar 2,5. Þannig að hérna það sem sagt meiri rafdrægni, sem þýðir það að það betra að þessi hérna -1 sé á N-inu heldur hann á S-inu. Þannig að þessi hérna mynd stöðugust. Þessi hérna mynd hins vegar óstöðugust út af því að hérna þið með meira frávik frá 0. Og svo þessi hérna einhvers staðar á milli. Þetta dæmi formlega hleðslu. Það taka svo taka æfingadæmi líka í þessu. Þar sem NCO-. Þetta var sagt NCS og svo það NCO. Og það þá æfingadæmið. Það eina sem breytist hér NCO. Næstu taka þetta svo allt út. Og skrifa upp þá þessar myndir sem gefnar, sem N, C, þrítengi O. Við sjá þessar myndir alltaf eins. Það eintengi og þrítengi, 2 tvítengi. Þar sem þá og alltaf 8 reglan uppfyllt. Og síðan myndum við vera með þrítengi á N, C, O. Svona. Og síðan myndum maður gera þá nákvæmlega sama áður. Það hérna gildisrafeindir, fylgirafeindir og síðan þessi formlega hleðsla. Og hérna værum við með 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 4 og 6. Það bara gildisrafeindirnar sem kom beint úr notukerfinu. Og síðan fylgirafeindirnar. Þetta það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þannig að þetta -7, -4 og -5. Þannig að þetta alveg sem dæminu áðan í rauninni. Hérna þau það með -2, 0 og +1. Summan auðvitað -1 eins og jónin sjálf. Hérna væri það -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -4 og -6. Þannig að hérna væri formlega hleðslan -1 á N-inu og síðan 0 og 0. Hérna þetta mesta frávik, þannig að þetta hérna myndi vera óstöðugasta myndin. Og að lokum, -5, -4 fyrir kolefnið og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -7 fyrir súrefni, 0, 0, -1. Þannig að þarna veitum við að bera saman þessar hérna tvær, en núna erum við að bera saman annars vegar mínushleðsla N og hins vegar mínushleðsla O. Þannig að þetta alveg eins nema í staðinn fyrir að vera með brennistein S sem hefur rafdrægnina 2,5, þá erum við komin með O núna sem hefur rafdrægnina 3,5. Þannig að þetta hérna 3, 3,5 sem þá hærri rafdrægni. Þar af leiðandi, þetta hérna myndi þá vera stöðugri eða stöðugasta Lewis-myndi. Þannig að þetta aðferðin, ef þið fáið dæmi þar sem þið eru teiknar upp 3 eða fleiri svona sameindir, finna formlegu hleðsluna og bera saman með það í huga. Mesta frávik frá 0, óstöðugust, ef þið eru með sömu hleðsluna hérna á 2,
að þá myndi ég segja mínusleiðslan væri á því atómi sem að væri rafdræfara. Í þessu tilfelli það súrefni, því það rafdræfara heldur en nitur. Í dæminu á undan var nitur rafdræfara heldur en brennisteinn og þess vegna var stöðugra að mínusleiðsla væri það. Og svo myndi maður geta teiknað hérna þá, ok, hérna þá mínusleiðsla -2, +1, -1 eða -1. Í staðinn fyrir að setja hornklofan og hleðsluna þar á. Já, þetta var þá kafli 8.5 og næsti kafli þá eru 2 eftir, 8.6 og 7 og 8.6 eru vokbyggingar sem eru í rauninni það sem við erum að skoða hérna. Það sem við erum með Lewis-myndir, þarna í þessu tilfelli 3 Lewis-myndir af sömu sameindinni, en hins vegar eru það tvítengi sem eru að færast til og rafeindapör. Við getum sagt það að hérna væri rafeindapar sem færi hingað og þá myndi þetta hérna fara hingað. Þannig að þetta alltaf, hérna getum við sagt að það sé þetta tvítengi eða fjöltengi sem eru að færast til. Og þá eru svona allar myndirnar Lewis-myndir, en það eru líka vokmyndir en þau eru sem sagt að flytjast á milli hérna myndana. Takk fyrir.